Herra forseti, kæru gestir, þið sem eru mætt hingað í salinn á Grand Hotel og líka þið hin sem heima sitjið eða eru hinum með við skjáinn, verið velkomin á stjórnunarverðlaun Stjórnvísi árið 2022. Ég heiti Sigríður Harðardóttir og er formaður stjórnar Stjórnvísi. Í dag er hátíðardagur, því að í dag höldum við einn af þeim stóru árlegu viðburðum félagsins, þar sem við verðlaunum stjórnendur og fögnum árangri þeirra. Það bárust 70 tilnefningar, þar sem öflugir íslenskir stjórnendur voru tilnefndir til verðlaunanna fyrir árangursríkt starf. Það er afskaplega góð tilfinning að vita til þess að þarna úti sé svona stór hópur fólks sem sinnir starfi sínu vel, þykir annt fólki sitt og lætur gott að sér leiða. Það er nefnilega svo mikilvægt að hafa fyrirmynd og hafa eitthvað til þess að líta upp til og fylgja og vita af einhverjum sem er tilbúin til þess að hjálpa manni að þroskast og þróast. Og öllum tilnefndum stjórnendum óskum við innilega til hamingju með daginn. En áður en verðlaunaafhendingunni kemur, vil ég fyrir hönd Stjórnvísi þakka styrktaraðilum kærlega fyrir veittan stuðning sem gerir okkur kleift að halda viðburð sem þennan. Og styrktaraðilana má sjá á glærunum hérna á bakvið. Og líka áður en lengra er haldið að þá viljum minna það að myndataka að verðlaunahöfum ásamt forseta Íslands mun fara fram að loknum viðburðinum, alveg í lokin. En þá er í rauninni komið bara að stóru stundinni. Ég vil biðja formann dómnefndar að stíga hér í pontu. Borghildur Erlingsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæru gestir, gleðilega hátíð. Í dag veitum við verðlaun til þeirra aðila, stjórnenda og frumkvöðuls sem að þykja hafa skarað fram úr á sínu sviði. Forseti Íslands sýnir okkur þann heiður að afhenda verðlaunin og flytja ávarp að lokinni verðlaunaafhendingu. Í dómnefndinni er góður og fjölbreyttur hópur víðsvegar úr atvinnulífinu og þeir sem að skipa dómnefndina í ár eru Friðrik Þór Snorrason, forstjóri VIS ehf, Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, Katrín S. Óladóttir, framkvæmdastjóri Hagvangs, Margrét Guðmundsdóttir, stjórnarmaður Festi hf og fyrrverandi forstjóri AS Pharma hf, Salome Guðmundsdóttir, stjórnarformaður í Eyri Investment, Þröstur Ólafur Sigurjónsson, dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og svo sem hér stendur Borghildur Erlingsdóttir, formaður dómnefndar og forstjóri Hugverkastofunnar. Nú starf dómnefndar það felst í því að fara yfir allar tilnefningar og þar er lagði til grundvallar fyrirfram ákveðin viðmið. Þetta er aldrei auðvelt verk þar sem að mörgu þarf að huga. Heildarfjöldi tilnefndra í ár var eins og áður hefur komið fram tæplega 70 manns en að baki hverjum og einum aðila geta verið margar tilnefningar. Þetta er allt mjög öflugir og frambærilegir aðilar og nokkrir sem fengi hafa margar og sterkar tilnefningar. Tilnefningar eru í flokki frumkvöðla, millistjórnenda og yfirstjórnenda og verða veitt verðlaun í þeim flokkum. Ég vil óska öllum þeim sem eru tilnefndir innilega til hamingju með tilnefninguna. Og ef við værum öll komin saman hér í salnum, þá myndi ég biðja þessa aðila að standa upp. En mig langar að biðja þá sem að tilnefndir eru og í salnum núna að rísa á fætur og við gefum þeim gott lófaklapp og líka öllum þeim sem eru að fylgjast með okkur og hafa verið tilnefndir. Ég ætla að biðja ykkur að gefa gott lófaklapp. Þið megið svo sannarlega vera stolt af tilnefningunni. En nú er komið að því að kynna niðurstöðu dómnefndar og verðlaunaafhendingu. Og ég bið forseta Íslands, Guðna T.H. Jóhannesson, að koma hingað upp og veita verðlaunin. Fyrst verða veitt verðlaun fyrir frumkvöðul ársins. Sá frumkvöðull sem hlýtur stjórnendaverðlaun Stjórnvísi í ár er bæði starffræðingur og heimspekingur að mennt. Viðkomandi starfaði í 2 ár við tölfræði og hugbúnaðarþróun hjá Decode, þaðan sem leiðin lá til Plain Vanilla til að stýra gagnagreind og taka þátt í að koma spurningaleiknum Quiz Up á laggirnar.
Þegar þeirri vegferð lauk stofnaði þessi öflugi frumkvöðull fyrirtæki Visku sem hafði það markmið að nýta leikjavæðingu til að gjörbylta því hvernig fyrirtæki fræða og þjálfa starfsfólki sitt. Þar spratt upp hugmyndin að AVO sem stofnað árið 2018 og laust með vandamáli sem stofnendateymið hafði áður þurft að leggja mikla vinnu í að leysa með heimasmíðuðum tólum hjá Quizshop. Og nú stóð það frammi fyrir því að þurfa að feta þá þrautagöngu aftur í Visku. Sprotafyrirtækið AVO gagnastjórnunarlausn sem tryggir að gögnin sem vöruteymi safna til að skilja notendaupplifun séu áreiðanleg. Viðskiptavinir AVO sem telja fremstu vöruþróunarfyrirtæki heims eins og Patreon, Fender og Adobe hafa öll sparað 10 milljóna á ári með því að innleiða AVO. Stafræn vöruþróun krefst þess að í dag að teymi hreyfist á leifturhraða en ekki hvaða átt sem heldur í rétta átt. Þau vöruteymi skara fram úr sem nýta sér fyrirliggjandi gögn til að búa til bestu mögulega upplifun fyrir sína notendur. Í kjölfar þáttöku í hinum virta viðskiptarhæðli Ypsilon Combinator í Bandaríkjunum safnaði fyrirtækið 420 milljónum króna árið 2020 frá þekktum sjóðum í Kísildalnum. Sjóðum sem búa yfir sérþekkingu á að fjárfesta í ört vaxandi sprotafyrirtækjum og hafa áður fjárfest í fyrirtækjum að borði Airbnb, TikTok og Alibaba. AVO fylgir stefnu að vera fjarvænt þar sem starfsfólk AVO getur unnið hvar sem Teymið telur nú 10 einstaklingar sem eru búsettir eða flakkandi allan heim, meðal annars á Íslandi, í Moskvu og San Francisco þar sem mesta salan fer fram. Framundan áframhaldandi þróunarvinna og hraðari sókn á markað. Það var einróma álit dómnefndar að viðkomandi frumkvöðull þykir hafa skarað fram úr og verið mikil fyrirmynd fyrir frumkvöðla sem eru að stíga sín fyrstu skref, ekki síst konur. Dómnefnd ákvað að í ár yrðu veitt verðlaun til eins frumkvöðuls og það tilkynnist hér með að viðurkenning stjórnvísi árið 2022 fyrir frumkvöðlastarf hlýtur Stefanía Bjarney Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri og meðstofnandi AVO. Ok, spennandi. Ég fyrir klyfjið. Takk kærlega fyrir og takk fyrir bara að hafa okkur í AVO í huga fyrir þetta. Og mér langar bara að byrja á því að segja það langmikilvægasta í þessu öllu saman að þótt að nafnið mitt sé hérna á einhverjum plata sem mér þykir mjög vænt að þá þetta sannarlega teymisvinna og að baki öllu sem við erum búin að gera bara magnað fólk og mögnuð teymisvinna. Og ég þeim afskaplega þakklát og þetta okkar allra, þetta afrek. Og ég bara svo sérstaklega heppin að fá að vinna með svona ótrúlega kláru og drífandi fólki á hverjum einasta degi í að búa eitthvað til sem hefur raunverulega áhrif á líf fólks. Og mér langar sérstaklega að senda sérstakt shoutout á hann Sölva Logason, meðstofnandann minn, sem búinn að vera með í uppbyggingu AVO frá upphafi og bara svo ótrúlega klár, gefandi, úrræðagóður og mikinn kærleika sem hann veitir í þetta verkefni og ég gæti bara ekki ímyndað með betri félaga í þetta. Og mér finnst svona við svona tilefni sem svona ytri hvati, það var svona gott að staldra aðeins við að velta fyrir okkur hver eru innri hvatarnir okkar. Og það sem að gefa mér vítamín og drífa mig áfram í þessu að fá að vinna með ótrúlegu fólki og að fá að búa eitthvað til, einmitt, eins og ég segi, sem hefur raunverulega áhrif á líf fólks og störf þeirra. Og sem dæmi að þá tökum við regluleg svokölluð notendaviðtöl við viðskiptavinina okkar í AVO og eitt af því sem stendur upp núna frá bara viðtali í janúar var þegar forstöðumaður stafrænnar vöruþróunar í Fender, gítarframleiðandanum, hún sagði að hún myndi hætta í vinnunni sinni og skipta hlutverk og starfsvettvang ef hún gæti ekki lengur nota AVO. Og sömuleiðis hefur Patreon, forstöðumaður gagnavísindasviðsins þar, hefur deilt með okkur að þar sem tók áður
3 til 4 daga af hverjum 2 vikna spretti sem 40% af tímanum tekur núna 30 til 60 mínútur og það náttúrulega bara ótrúlega áhrif og ég bara mjög þakklátt fyrir að fá að taka þátt í þessari breytingu hjá þessum fremstu vöruþróunarteymum heims með þessu ótrúlega teymi og afskaplega þakklátt líka bara fjárfestunum okkar og öllum þeim sem standa við baki á okkur frumkvöðlunum sem leggja allt sem við getum í þetta og mannunum mínum sem þarna og keyrði mig hingað og eldar fyrir mig og minnir mig á tannlæknatíma og svona og bara án alls þess að það væri Avó ekki neitt. Þannig að takk öll sömul og til hamingju Avó og takk fyrir okkur. Takk fyrir þetta, Stefanía, og til hamingju aftur. Dómnefnd ákvað í ár að það yrðu veitt verðlaun til 3 millistjórnenda. Það þótti vel við hæfi þar sem helmingur af fjölda tilnefndra aðila í ár eru millistjórnendur. Þá byrjum við á þeim fyrsta. Sá stjórnandi sem hlýtur viðurkenningu stjórnvísi sem millistjórnandi tók við starfinu sumarið 2020. Það hafði starfið verið til í aðeins 5 mánuði og viðkomandi verið undirmaður fram að því. Stjórnandi er menntaður í sinni starfsgrein og hefur unnið í sínum geira í 18 ár. Fjölbreytt hlutverk er innan starfsgreinarinnar og stjórnandi því með fjölbreytta og yfirgripsmikla reynslu. Viðkomandi hefur tekist af krefjandi verkefni á ýmsum stöðum þar sem hefur reynt á útsjónarsemi, mannlega nálgun og skilning á aðstæðum ólíkra einstaklinga og starfsmanna. Utanaðkomandi aðstæður hafa áhrif á starfið og starfsemi teymis sem viðkomandi stjórnar. Teymið er samsett af fagfólki úr ólíkum áttum sem að auki tilheyrir einni mismunandi stofnunum. Teymið hefur farið úr örfáum starfsmönnum í yfir 100 manns á fáum vikum og aftur tilbaka og vinna þeirra hefur tekið stakkaskiptum á tímabilinu vegna utanaðkomandi aðstæðna. Stjórnandinn starfar með og á samskipti við fjölmarga mismunandi aðila í samfélaginu og kemur upplýsingum áfram hratt og örugglega innan teymisins. Stjórnandinn hefur allan tíman unnið að tæknilausnum til að auðvelda vinnu starfsfólksins og þannig að þjónustan sem veitt er sé einföld, skýr og með uppfærðum yfir skilaboðum á hverjum tíma. Þá leit hann teymið af áhuga, trausti á fagleg vinnubragð fólksins með jákvæðni, gleði og kraft í fyrirrúmi. Þetta hefur hann gert hvort sem þegar nákvæmnisvinnu er krafist sem og við tæknilegar útfærslur þegar verkefni hafa vaxið og orðið umfangsmeiri. Stöðugar breytingar í vinnuumhverfinu vegna utanaðkomandi aðstæðna kalla á sveigjanleika í vinnubrögðum, breytingum á tæknilausnum og markmiðasetningu. Hvernig sem kröfurnar eru hverju sinni hefur viðkomandi haldið utan fjölbreyttan hóp starfsmanna og leitt þau af jákvæðni að markmiðinu hverju sinni. Hann treystir starfsfólki til að leysa verkefnin í sameiningu sem hvert og eitt kemur með sína fagþekkingu að borðinu. Stjórnandinn er ósérhlífinn, heldur vel utan starfsfólkið og fær það með sér í ótal breytingar, suma hverjar daglegar og heldur uppi áhuga og krafti til að takast á við verkefnin. Hann er jákvæður, hugmyndaríkur og umfram allt frumkvöðl í sínu starfi. Stjórnandinn er Jóhann B. Skúlason, aðstoðar yfirlögregluþjónn og yfirmaður smitrakningateymis sóttvarnalæknis og almannavarna. Nei, við skulum ekki heilsast. Þið er að klárast samt. Bráðum eru ekkert að gera. Nei, það er það. Takk. Má ég sitja hérna? Forseti Íslands og stjórnvísi og aðrir gestir. Ég vil byrja á að þakka stjórnvísi og dómnefndinni þann heiður að taka við þessari viðurkenningu hérna í dag. Ég hef verið svo heppinn að vera í forsvari fyrir smitrakningateymi sóttvarnalæknis og almannavarna og það verið mikill heiður. Teymið er einn af mörgum hlekkjum í öflugri keðju sem eru viðbrögð við heimsfaraldrinum. Þannig hafa margir starfsmenn, stofnana og fyrirtækja lagt mikið á sig og fyrir mér þá hefur þetta verið svona eins og einn stór vinnustaður
þannig að maður á samstarfsfélaga mjög víða. Og ég vil bara hrósa öllu þessu fólki sem hefur komið fyrir, eða bara hrósa þeim fyrir starfið og þakka góð samskipti. Margir landsmanna hafa fengið símtal frá smitrakningateyminu og kannski einhverjir hérna inni. Einhverjum hefur brugðið aðeins við, en í gegnum tíman að þá hefur við verið mjög jákvæðum samskiptum við alla. Og það rauninni hefur gengið mjög vel og kannski bara rauninni þessi samstaða sem hefur verið meðal landsmanna í gegnum þetta. Þetta er dálítið sérstakt fyrirbæri smitrakningateymið og eins og kom hérna inn á inngangnum þá voru búið að vera tíðar breytingar. Ég hugsa að við höfum flutt 6 sinnum, við höfum farið úr 3 starfsmönnum í 100 á skömmum tíma og svo fækkað aftur. Þannig að miklar sveiflur og síðan náttúrulega bara utanaðkomandi aðstæður sem að kalla á breytingar, stöðugar breytingar í verklagi en hjá starfsmönnum þá er því alltaf verið tekið með jákvæðni og það hefur svona verið svona bragurinn hjá okkur. Við höfum nýtt okkur tæknilega lausnir og það hefur hjálpað okkur gríðarlega mikið. Í byrjun var svona fyrir sig að við myndum ráða við að tala við fyrstu 10 tilfellin sem að myndu greinast. Síðar var það áskorun þegar tilfellin voru 100 á dag, en við höfum bara þróast með þessu og það hefur gengið vel. Ég vil kannski nefna líka bara Samsýn sem hefur verið með okkur allan tíman í þróun á hugbúnaði og hafa hjálpað okkur gríðarlega mikið og viðkvæðið alltaf við öllum hugmyndum þar er að það er allt hægt og það hefur svona hjálpað okkur gríðarlega mikið að nýta stafrænar lausnir. En ég vil tileinka þessa viðurkenningu samstarfsfólki mínu í teyminu. Í teymi þá koma allir með eitthvað að borðinu og það var allir lagst á eitt við að gera vel, unnið á ósérhlífni og lagt mikið á sig. Sérstaklega kjarnanum sem hefur borið hítana að halda þessu öllu gangandi. Það er sérstakt að vinna hjá fyrirtæki þar sem að ríkir góður andi og allir eru að vinna vel, en á sama tíma eru allir að vonast til þess að geta lagt fyrirtæki niður. En það er nú kannski að takast. Konu minn og fjölskyldu vil ég bara þakka fyrir þolinmæðina og stuðninginn og ítreka þakkir fyrir þessa viðurkenningu. Takk fyrir mig. Til hamingju, Jóhann. Þá er komið að því að veita öðrum millistjórnanda verðlaun stjórnvísi í ár. Sá stjórnandi sem hlýtur viðurkenningu stjórnvísi sem millistjórnandi hefur starfað hjá fyrirtækinu síðan 2018. Í starfi sínu sem framkvæmdastjóri mannauðssviðs hefur stjórnandinn á örfáum árum tekist að umbreyta menningu rótgróins fyrirtækis sem svo munar. Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 1400 manns á yfir 60 vinnustöðum vítt og breitt landið og verkefni stjórnandans hafa því frá upphafi falið í sér mikla áskorun. En með því að setja upp skýra stefnu í mannauðsmálum, vera sýnilegur, beita virkri hlustun og sýna leiðtogahæfileika í verki er vinnustaðurinn nú orðinn eftirsóttur auk þess sem starfsfólki finnur fyrir mikilvægi sínu í góðu og fjölmennu sigurliði. Verkefni stjórnandans hafa verið mörg og fjölbreytt undanfarin ár en upp úr stendur metnaður fyrir vellíðan starfsfólks, jafnrétti í víðum skilningi og starfsþróun starfsmanna. Til marks metnað fyrir líðan fólks hefur stjórnandi ferðast landið og heimsótt alla vinnustaði reglulega, gefið sér tíma og rætt við fólk til að byggja upp sterka liðsheild. Auk þess hefur hann komið á fót velferðarþjónustuna fyrirtækisins sem hefur vakið eftirtekt og orðið að fyrirmynd annarra fyrirtækja í atvinnulífinu. Í jafnréttismálum hefur svo sannarlega verið spiluð sókn. Innleiðing jafnlaunavottunar, markvissrar jafnréttisáætlunar og samninga samstarf við samtökin 78, Þroskahjálp og Myrru, fræðslusetur fyrir erlent starfsfólk eru góð dæmi árangur í jafnréttismálum. Stjórnandinn hefur einnig lagt mikla vinnu í fræðslumál og starfsþróun starfsmanna. Í dag býr starfsfólki að nýta sér rafræna fræðslu gott fyrirtækisins, taka þátt í raunfærnimati og verslunar fagnámi sem stjórnandinn átti
stóran þátt í að komið var á fót. Stuðningur til enn frekara náms til að ljúka stúdentsprófi, hefja nám á háskólastigi auk þess í boði fyrir starfsfólk sem og sérhannað stjórnendanám sem stjórnandinn hannaði í samvinnu við Háskólann á Bifröst. Á undanförnum misserum hefur fyrirtæki verið að uppskera fjölbreytta viðurkenningar, svo sem menntaverðlaun atvinnulífsins og hvatningarverðlaun jafnréttismála og stjórnandinn á stóran þátt í þeim árangri. En umfram allt eru helstu kostir stjórnandans hans persónlegu eiginleikar. Með innlægni sýnir hann orði í verki að hann ber hag starfsfólksins fyrst og fremst fyrir brjósti, flinkur að hlusta, veitir frelsi til athafna og býr yfir góðri nærveru auk þess að bera fána fyrirtækisins ávallt hátt á lofti. Stjórnandinn Gunnur Líf Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðssviðs Samkaupa. Kæri forseti, stjórnendur og aðrir gestir. Ég vil þakka hjartanlega fyrir þá viðurkenningu sem veitt hér í dag. Takk fyrir þennan mikla heiður. Ég vil líka óska öllum sem eru hér í dag innilega til hamingju, eins öllum þeim sem eru tilnefndir. Það eru auðvitað margir sem eiga skilið þakkir fyrir að ég standi hér í dag og fyrst og fremst vil ég auðvitað þakka manninum mínum fyrir ómældan stuðning og hvatningu og auðvitað sjáum allt annað meðan ég út allt land. Mamma og pappi, þau eru líka hérna í dag og eru alltaf til staðar. Svo vil ég þakka stjórnendum Samkaupa fyrir að veita mér það tækifæri að fljúga mínar eigin leiðir og hvetja mig stöðugt áfram. Ég vil þakka fyrir teymi mitt sem stendur mér einstaklega nærri og svo vil ég þakka öllu Samkaupaliðinu sem stór öflugur hópur fólks sem alltaf til í að vera með mér. Í daglegum verkefnum stjórnenda þá getum við gleymt okkur í öllu amstrunu. Einblítt of mikið á rekstur og tölur, við þekkjum þetta öll. Við erum alltaf að horfa á hvaða vandamál í gangi, það COVID, það verðbólgan eða hvað að gerast. En svo náum við að staldra við og vita hvað raunverulega skiptir máli. Það það sem við vitum hvað veitir okkur sem ánægju sem stjórnandi. Það nefnilega mannauðurinn. Og mannauðurinn öflugasta auðlind fyrirtækisins. Og ég hef sett mér þá stefnu og þá aðalstefnu sem stjórnandi að vera umhugsað fólkið mitt. Að geta stuðlað að velja þess. Að geta boðið upp á tækifæri og aðstæður til að leyfa því að vaxa, hvort sem að það sé innan Samkaupa eða utan. Að geta tekið þátt í vegferð fólks svo dýrmætt. Að sjá ungt fólk, og þá meina ég yngra fólk en mig, taka á skarið og framkvæma hugmyndir sínar. Að finna virkilega fyrir fólki í liðinu og þessi stöðugt verið að spila í sókn. Og svo þegar við hjá Samkaupum finnum það að aðrir í atvinnulífinu hafi áhuga á því sem við erum að gera og taki það upp hjá sér. Það raunveruleg hvatning. Þessi viðurkenning hér í dag mikill heiður og mikill heiður fyrir mig sem stjórnanda. Það líka mikill hvatning til að halda áfram. Og ég ætla að halda áfram að spila í sókn eins og fræknir fótboltamenn, Messi og Ronaldo, eins og sonur minn sagði í gær. Enn og aftur kærar þakkir fyrir mig. Til hamingju Gunnur Líf. Þá komið að því að veita þriðju verðlaunin fyrir millistjórnanda ársins. Sá stjórnandi sem hlýtur viðurkenningu stjórnvísi sem millistjórnandi ársins árið 2020 hefur frá árinu 2019 leitt nýtt svið þjónustu og þróunar hjá sveitarfélagi. Stofnun sviðsins og tilkoma stjórnandans markaði upphafið á stafrænu ferðalagi sveitarfélagsins sem í dag telur 30.000 íbúa og 2.000 starfsmenn. Þjónustu- og þróunarsvið starfa þvert á allar einingar bæjarins og snýr stafræn umbreyting að öllum sviðum, starfsstöðum og starfseiningum sem ger allt starfsfólk bæjarins hluta af teyminu í þessari stafrænu vegferð.
Árangurinn þegar orðinn sýnilegur og í farvatninu innleiðing á fjölda stærri og smærri verkefna til viðbóta við þau sem þegar hafa verið innleidd. Stjórnandinn hefur sýnt það og sannað með metnaði sínum og faglegri forystu að hann réttur maður á réttum stað. Strax í upphafi var undir hans stjórn mótuð þjónustustefna og dregin fram mikilvæg gögn og mælingar sem nýtt hafa verið til að taka réttar ákvarðanir og auka gagnsæi. Mikil framvinda hefur orðið í stafrænni þjónustu sveitarfélagsins og síðustu 2 árin og mikil gróska og nýsköpun í kortunum. Stjórnandinn hefur hátt í 20 ára stjórnunarreynslu og frá árið 2013 rak hann sitt eigið fyrirtæki sem sérhæfði sig í vefráðgjöf og tók á þeim vettvangi þátt í stafrænni vegferð. Margra fyrirtækja og ekki síst opinberra fyrirtækja þar sem hann stýrði stórum verkefnum og aðstoðaði við umbreytingu á stafrænni þróun. Stjórnandinn var einnig aðjúnkt í vefmiðlun við Háskóla Íslands. Áður en hann sneri sér að eigin rekstri starfaði hann sem deildarstjóri vef- og netbanka Íslandsbanka, vef- og kynningarstjóri hjá Háskóla Íslands og deildarstjóri vefdeildar hjá Kaupþing banka. Að ræða einstakan stjórnanda og frábæran leiðtoga sem hefur með yfirvegun sinni, virkri hlustun, reynslu og fagmennsku leitt stafræna innleiðingu í stóru sveitarfélagi. Á rétt rúmum 2 árum í starfi hefur hann lagt áherslu á að hlusta, hvetja fólki sitt áfram, planta mikilvægum fræjum, deila ábyrgð og hugmyndum, leiða saman rétta aðila og hópa og leiða til framkvæmda og árangursverkefni á fjölbreyttu sviði. Hann hefur frá fyrsta degi lagt áherslu á að gera þjónustu bæjarins snjallari, breyta stafrænni ásýnd og innleiða ný vinnubrögð og hugsunarhátt með virkri þátttöku allra viðeigandi aðila. Samhliða hann ávallt reiðubúinn til að deila nýjum hugmyndum, lausnum og nýsköpun með öðrum. Þannig hefur hann meðal annars unnið markvisst að auknu samstarfi milli sveitarfélaga á fjölbreyttu sviði. Reynsla stjórnandans, framtíðarsýn og lausnamiðuð hugsun hefur haft mikilvæg og hvetjandi áhrif á mannauð sveitarfélagsins og á samstarf íslenskra sveitarfélaga á þessu sviði. Framtíðarsýnin skýr. Stafrænar umbreytingar og snjallar lausnir hjá stóru sveitarfélagi sem straumlínulaga þjónustuna, auka þjónustustigið, gera þjónustuna hagkvæmari og skilvirkari og stuðla á sama tíma að aukinni og vel þeginni sjálfsafgreiðslu. Stjórnandinn Sigurjón Ólafsson, sviðsstjóri þjónustu og þróunarsviðs Hafnarfjarðarbæjar. Já. Virðulegi forseti, ágæta dómnefnd og aðrir góðir gestir. Í fyrsta lagi verði ég að nefna að ég var mjög hissa á þessari útnefningu þegar Gunnhildur hringdi mig í byrjun febrúar. Ég hefði einhvern veginn aldrei getað reiknað út að mín biði tilnefning fyrir stjórnun og hvað þá útnefning. Þetta segi ég þó ég hafi verið í eins konar stjórnendahlutverki í tæp 20 ára mínu starfsferli. Ég hef líklega lítið leitt hugan að stjórnum sem sérstöku viðfangsefni. Ég man ekki eftir að hafa sótt námskeið eða þannig séð lesið bækur stjórnum. Ég meira lent í því hlutverki í gegnum tíðina, allt frá því að ég var valinn fyrirliði 5. flokks KR í fótbolta og til dagsins í dag. Eina stjórnendastarfið sem ég hef virkilega sóst eftir að komast í núverandi starf hjá Hafnarfjarðarbæ. En hvað þarf góður stjórnandi að búa yfir að mínu mati? Hann þarf að hafa skýra sýn, hann þarf að bera traust til fólks, vera góður hlustandi, þykja vænt starfsfólki sitt og hafa áhuga á þeirra verkefnum. Í núverandi starfi ég svo heppinn að stýra málaflokkum sem ég hef mikinn áhuga á. Listir, menning, saga og hlutverk bókasafna stendur nálægt mínu hjarta. Ég brenn fyrir því að veita góða þjónustu og stafræn verkefni hafa verið hluti af starfi mínu í yfir 25 ár. Starf sem sameinar þetta allt auðvitað draumastarf fyrir mig. Ég hef afskaplega mikla þörf fyrir sjálfstæði í starfi. Verð að finna í nýtt trausts. Ég hef verið meðvitaður þetta atriði í minni eigin stjórnun. Ég vil hafa fólk í kringum mig sem sjálfstætt í vinnubrögðum og hugsun. Ég svo til taks ef það kom upp erfið verkefni, stuðnings þörf eða mitt fólk þarf hlustanda. Það mitt megin hlutverk sem stjórnanda. Að öðru leyti vil ég að mitt fólk vinni án minna afskipta og líði þannig
en viti alltaf að ég sé til staðar ef þess gerist þörf. Ég vil hafa klárt fólk í kringum mig, fólk sem bæði betur gefið en ég og hefur aðra og helst meiri þekkingu en ég. Og ég geri mikla kröfur á fólki mitt eins og ég geri á mig sjálfan. Ég hef stundum áhyggjur af því að ég sé of kröfuharður, en fólk virðist vilja vinna fyrir mig og elta metnaðinn minn. Konan mín, sem situr hér út í sal, segir að ég sé lúmst frekur. Það sé ekki endilega háfað í kringum mig en að ég fái mitt fram. Og ætli ég geti nokkuð mótmælt manneskjunni sem þekkir mig manna best. Og til að búa til öflugt teymi þarf fjölbreyttan hóp með mismunandi styrkleika. Ég svo heppin að í kringum mig ótrúlega öflugt fólk en ólíkt. En hvert hefur ekki fengið fyllilega að njóta sín í gegnum árin. Þannig í byrjun starfsins ger ég mig far að kynna starfsfólkinu. Þefa upp í styrkleika og gefa svo fólki trú á að það eigi að vinna á sínum styrkleikum. Og í einu tilviki færði ég starfsmann til í starfi, í öðrum tilvikum stækkaði ég hlutverkið og í enn öðrum hvatti ég fólk til að halda áfram á sömu braut. Ég vil sjá alla blómstra í kringum mig. Þessu teymi mínu starfsfólki sviðsins vil ég sannarlega tileinka þessi verðlaun. Annars stæði ég ekki hér. Á lokum verði ég að minnast á stjórnendateymi Hafnarfjarðarbæjar sem að mínu mati einstakt. Þegar kom að því að kljást við erfiðustu hindrunina í stafrænum umbótum sem liggur í menningu og hugsun, alls ekki tækni, og kristallast í þessari setningu, en við höfum alltaf gert þetta svona. Þá varð ég þess fljótt áskynja að þetta yrði líklega ekki erfiðasta hindrunin í mínu starfi. Því hjá bænum eru þessar raddir vart greinanlegar. Miklu frekar heyri ég, Sigurjón, okkur langar ekki að vinna þetta svona lengur. Þannig að starf mitt ekki svo erfitt. Ég fæ nægilegt fjármagn, en ekki of mikið, til að ég geti bruðlað með það. Með rétta fólkið, hugarfarið og fjármagn, nægilegt fjármagn, eru flestir vegir færir í stafrænum umbreytingum. Hjartans þakkir, ég er stoltur og tek við þessari viðurkenningu með auðmýkt. Takk fyrir. Til hamingju Sigurjón. Þá er komið að því að veita verðlaun fyrir yfirstjórnanda ársins 2020. Stjórnandinn hefur starfað innan síns sérsviðs í 35 ár, en síðastliðin 16 ár hefur hann starfað sem forstjóri fyrirtækisins á því sviði. Stjórnandinn hefur leitt uppbyggingu fyrirtækisins í erfiðu samkeppnisumhverfi, margfaldar starf félagsins og gert það einu öflugasta og best rekna fyrirtæki landsins. Fyrirtækið hefur hlutið margs konar viðurkenningar í gegnum tíðina, þannig að eftir því hefur verið tekið. Má þar helst nefna Ánægjuvog, fyrirmyndafyrirtæki Credit Info, Jafnréttisvog, hvatningaverðlaun fyrir framúrskarandi samfélagsábyrgð, fyrirtæki ársins 3 ár í röð hjá VR og síðast en ekki síst hvatningaverðlaun jafnréttismála nú haustið 2021. Öll þessi verðlaun segja sína sögu. Þau byggja á gríðarlega öflugri fyrirtækjamenningu sem byggir á mörgum samverkandi þáttum sem sterkur leiðtogi hefur leitt áfram í samvinnu við sitt samferðafólk. Stjórnandinn er viðskiptafræðingur að mennt með BS-gráðu frá Seattle University, með MBA-gráðu frá Edinborgar-háskóla og lauk nýverið AMP stjórnendanámi hjá IES Business School í Barcelona. Stjórnandinn er ákafur keppnismaður sem leggur áherslu á öfluga liðsheild, hefur sterka sýn og er mjög fylginn sér. Hann er opinn í samskiptum og ávallt hreinskiptinn, gengur beint til verks og vinnur í málum. Hann er stemningsmaður, stuðlar að skemmtilegri og uppbyggilegri fyrirtækjamenningu, er góður samstarfsfélagi, óþreytandi við að gefa samstarfsfólki tíma og góð ráð sem gera góðar hugmyndir enn betri. Stjórnandinn hefur afslappaðan leiðtogastíl sem að byggja á sanngirni, virðingu og trausti til samstarfsfólks en leið og hann gerir ríka kröfur árangur. Það kemur skýrt fram í leiðtogastíl hans hversu jafnréttissinnaður hann er, en jafnréttis- og mannréttindamálum hefur ætíð verið gert hátt undir höfði innan félagsins með frábærum árangri. Sem dæmi valdi stjórnandinn ungar konur inn í framkvæmdastjórn og gaf þeim svigrúm og traust til að starfa sem skilaði góðum árangri og jákvæðum skilaboðum út í annars karllægt samfélag fjármálafyrirtækja.
Félagið var fyrsta fjármálafyrirtæki til að innleiða jafnlaunavottun og hljóta jafnlaunamerki velferðarráðuneytisins og var stjórnandinn ötull hvatamaður þess. Fyrirtækið hefur hlotið frábæra niðurstöður á margvíslegum jafnréttisvísum og er eina fjármálafyrirtæki sem mælist nú með einkunnina 10 í Gemma Q-kvarðanum sem gefur rauntíma upplýsingar kynjahlutföll í stjórnum og framkvæmdastjórnum fyrirtækja. Stjórnandinn er fyrirmyndarleiðtogi og samstarfsfélagi sem gefur samstarfsfólki sínu traust, óskoravald og ábyrgð sem leiðir af sér frábæran árangur heildarinnar. Það með ánægja að það tilkynnist að stjórnendaverðlaun Stjórnvísi árið 2020 fyrir yfirstjórnanda ársins hlýtur 22. hlýtur Guðmundur Jóhann Jónsson. Virðulegi forseti, aðrir góðir gestir, það henta mér nú ákaflega illa að standa undir svona lofi, það ekki það sem ég sækist sérstaklega eftir. En ég var hugsað þegar Sigurjón flutti sína tölu að það mætti að halda að við höfum stilt saman strengi í gærkvöldi eða hvernig hann skrifaði sína. En því ég segi sama, það kom mér skemmtilega óvart þegar Gunnhildur hringdi mig fyrir þessi mánuði og lét mig vita að ég hef verið valinn stjórnandi ársins á Stjórnvísi. En á sama tíma var ég auðvitað bæði glaður og stoltur yfir þeim heiðri sem hún boðaði. Ég fór yfir lista tilnefndra og þar var mikið af flottu fólki og hefði klárlega hver og einn þar geta orðið fyrir þessu vali. Að sama skapi rúllaði ég yfir nöfn þeirra einstaklinga sem hafa hlotið viðurkenninguna á liðnum árum og þar voru sömuleiðis fjölmargir sem ég lít upp til og horfi til og það var því gaman að vera komin í hóp þeirra með þessu vali hér í dag. Það er ekki svo að ég sé ekki metnaðarfullur fyrir eigin hönd og vil ég ekki klappa á bakið fyrir það sem ég tek mig fyrir hendur. Ég er einfaldlega ekki mikið fyrir að stíga á svið og kalla að mér persónulega athygli. Minn fókus beinist frekar að þeim verkefnum sem ég tek að mér á hverjum tíma. Ég er kappsfullur og vil að sú eining sem ég leiði eða er þáttakandi að leiða á hverjum tíma standi samanburð við aðra eða geri betur. Mér leiðist kyrrstaða og metnaðarleysi vil stöðugt að sé við að sækja fram og ná betri árangri í dag en í gær. Þetta viðhorf mitt þreytir samstarfsfólk mitt alveg klárlega á köflum og ég fæ stundum að heyra það að ég sé aldrei ánægður. En það er alls ekki svo. Ég gleðst mjög yfir okkar árangri og góðum árangri allstaðar. Að stjórna fyrirtæki er þá hópíþrótt. Það gerir enginn einn eða neitt óstuddur í slíkum rekstri. Þú þarft að safna góðu fólki í kringu þig, vera óhræddur eða óhrædd við að raða fólki í kringu þig sem er öflugra en þú sjálfur. Það varpar engan skugga á þig því árangurinn er það sem við sækjumst eftir og þú tryggir góðan árangur í þátttöku við vel gert og metnaðarfullt fólk. Ég hef verið þess heiðurs aðnjótandi eins og hér hefur komið fram að leiða uppbyggingu varðatrygginga síðustu 15 árin. Það verkefni hefur verið ótrúlega gefandi og skemmtilegt. Ég segi gjarnan að uppbygging þess félags og staða sé öskubuskuævintýri. Félagið stóð höllum fæti þegar öflugir eigendur kom að því í árslok 2006. Þegar ég kom að félaginu á þessu tíma gekk mér illa að fá fólk til liðs við mig. Það höfðu nefnilega fáir trú á langlífi þessa fyrirtækis. En á nokkrum árum tókst að laða öflugt fólk inn í framkvæmdastjórnina, hóp sem var staðráðinn í að skapa félaginu sess, gera það samkeppnisfært við sterk nöfn sem voru fyrir á markaðnum. En hver á hvað þegar árangur næst og vel gengur? Vonandi á ég eitthvað í velgengni varðar. Ég hef starfað við tryggingar eins og hér kom fram, nánast í alla starfsævina, en ég held að mitt mikilvægasta framlag hafi verið að skapa tiltrú á verkefninu, fá mannskapinn áfram, skapa umhverfi þar sem samstarfsfólk mitt fékk tækifæri til að þroskast og ná árangri. Ef ég væri spurður út í minn persónulega árangur sem stjórnandi, þá myndi ég segja að ég sé þeim fyrirmynd sem ekki skara fram úr á unga aldri. Mér hefur alltaf gengið ágætlega í námi, en ég var ekki sá sem fór heim með bókaverðlaunin. Skilaboð mín til fólks eru því þau að halda áfram, lífið er langhlaup en ekki spretthlaup. Það er segla í mér, ég kláraði mitt háskólanám í Seattle 1985, tók eins og hér kom fram MBA-nám í Edinborgarháskóla aldamótin og fór í mjög skemmtilegt og krefjandi nám á Spáni í fyrra.
Ég segi nú bara að ég sé meðalgreindur maður sem hef unnið vel úr þeim eiginleikum sem Guð gaf mér. Ég gerir ráð fyrir að mitt samstarfsfólk segi að minn stjórnunarstíll sé afslappaður. Ég hef alla tíð einsett mér að vera ég sjálfur frekar en að skapa einhverja hliðarpersónu sem stjórnandi. Ég myndi örugglega líka segja, það myndi örugglega líka segja ég sé þrjóskari en andskotinn. En þó teymið í kringum henni vinnu sé mikilvægt, þá skiptir auðvitað mestu að hafa gott fólk næst sér. Við hjónin urðum foreldrar 17 og 18 ára gömul. Ég var á fyrsta ári í Vestló þegar dóttir okkar fæddist. Við róuðumst reyndar í framhaldi og sonurinn sem hérna með okkur í dag kom ekki heim fyrir 9 árum síðar. En ég þakklátur foreldrum mínum og tengdaforeldrum mínum heitnum. Þau voru okkur ungu foreldrum stoð og stytta. Í einhverjum fjölskyldum hefði dagskipunin til mín án efa verið: nú ferð þú að vinna, kallið minn, þú ert orðið foreldri og þú þarft að fara að sjá fyrir þín fólki. En okkur hjónum var hins vegar gert kleift að halda áfram okkar námi og svo hófst starfsferillinn sem hefur nú staðið 35 ár hjá mér. Ég er því óendanlega þakklátur mínu nánustu fyrir endalausan stuðning í gegnum lífið. Þórhildur kona mín sem er hérna líka hefur staðið með mér og stutt á allan hugsanlegan máta og gert mig kleift að sinna vinnu eins og ég hef þurft á hverjum tíma. Nútímamenn elda til jafns við konuna og taka eldamennskuna á heimilinu jafnvel yfir. Ég er hundlélegur á þeim vígstöðum. En eitthvað hef ég reynt að leggja til málana gegnum tíðina. Það hefur hægt að treysta mig fyrir einfaldum hlutum, þvottinum, ryksugunni og einhverju öðru sem ekki kallar á þolinmæði. Þannig að mitt hlutskipti hefur verið þetta. En kæru gestir, það er alltaf ljúft að fá klapp á bakið og á þeim stað sem ég er í mínum starfsferli er einstaklega gefandi að fá þessa viðurkenningu. Ég þakka því dómnefndinni og stjórnvísi fyrir þann heiður sem ég hlotnist hér í dag. Takk fyrir mig. Innilegar hamingjóskir, Guðmundur. Já. Þá segi ég bara yfir til þín. Já, þakka kærlega fyrir. Og ágæta forystusveit stjórnvísi og stjórnendur nær og fjær og aðstandendur þeirra sem hér hafa tekið við verðskulduðum verðlaunum og þið öll. Já, það kom mér ekkert á óvart þegar Gunnhildur hringdi í mig. Hér er allt eins og á að vera. Og já, er það svo? Í fyrra þá var þessi viðburður haldinn í skugga veirunar og ég man að yfirskrift viðburðarins þá var aðlögun. Við höfum enga sérstaka yfirskrift núna. Fólk er á þönum, það hefur ekki tíma til að pæla í þessu núna. Við erum frelsinu fegin, erum að skríða út úr, einmitt, mér var hugsað til þess. Kannski hefði yfirskriftin geta orðið einmitt út úr kófinu. Ég var einmitt í kófi í gær þegar mér varð hugsað til þessa, því að við höfum auðvitað verið í undarlegum og erfiðum aðstæðum og þá hefur nú heldur betur reynt á stjórnendur hvar sem er á þessu ágæta landi okkar. Og hver hefði einmitt trúað því fyrir rétt 2 árum að fyrir okkur lægi að tala daginn út og inn sóttkví, smitgát, andlitsgrímur, smitrakningarteymi. Þetta þurftum við að horfast í augu við og ég ímynda mér að þetta hafi ekki verið auðveld ár fyrir stjórnendur þessa lands og því meiri er jafnvel heiðurinn og viðurkenningin. Og nú ætlum við að horfa björtum augum fram á veg eins og ævinlega, en það er bjart framundan og ég vona og þykist eiginlega vita að lærdómur þessara ára, þessara veiru ára sem við höfum þurft að þola verði okkur ansi dýrmætur. Ekki bara að læra á því sem við höfum gert og hvernig við tökumst á við framtíðina, hvernig við breytum hlutunum, fleiri fjarfundir, vinna heima fyrir fólk sem hefur tök á því, færri óþarfa ferðir til útlanda fyrir 1 fund sem hægt er að leysa með Zoom eða Teams eða Teymi eða einhverju slíku. Það tekur tíma að læra þetta. Ég hef verið á fundum með öðrum þjóðarleiðtogum og við erum með lítið teymi og notalegt heima
kannski 2 manna teimum, að ég sest við tölvuna og það er einn embættismaður við hliðina á mér. En úti í hennum stóra heimi er þetta 30-40 manna sveitir sem skipuleggja niður í hinn minnstu smáatriði, hvernig allt eigi að fara fram. Og hefst svo ekki viðburðurinn og maður er búinn að vanda sig alveg með allt á hreinu. Og gerist það þá ekki, oftar en einu sinni og oftar en tvisvar, að þegar aðeins er liðið á ræðu einhvers heyrist Madam President, Mr. Prime Minister, you have to press the unmute button, you have to press the unmute button. Það tekur tíma að læra þetta. En þetta er einmitt lærdómurinn. Við ætlum að gera betur á öllum þessum sviðum og við ætlum að nýta einmitt allt sem við höfum lært núna. Þetta þekkið þið miklu betur en ég, fjarvinnu, fjarfundi og þetta sem ég myndist á áðan. En svo ætlum við líka að gera hitt. Við ætlum að læra að kunna meta betur það sem við höfum, að njóta dagsins, að njóta frelsisins, njóta vináttunar. Ég er með 1 pjakk í einangrun núna. Hitalausan sem betur fyrir, en þegar hann sagði að hann væri fann að hlakka til að fara í skólan, þá vildi ég nú taka hitan á honum. Það get ekki knúsað börnin sín. En þetta leggjum við á okkur, þetta lögðum við á okkur í þágu okkar sjálfra og samfélagsins alls. Ég held við höfum líka lært að meta það að við búum í samfélagi. Og þessir ágætu stjórnendur sem hér tóku við sínum viðurkenningum röktu þetta öll svo vel að góður stjórnandi þarf að leiða, þarf að stjórna, þarf kannski að vera þrjóskur og pínu frekur, en frekur í jákvæðum skilningi, nota bene. En góður stjórnandi þarf líka að vita að hann eða hún er hluti af heild. Góður stjórnandi gerir aldrei allt einn. Það er vesen, það eru vandræði. Ég man eftir því á einum mínum fyrri vinnustaða stóð upp á vegg blað og þar stóð það eru fleiri menn en yfirmenn. Hafið það í huga ágætu stjórnendur. Og ég get nú kannski ljóstrað því upp líka að þetta rifjast upp fyrir mér því að Ögmundur Jónasson, fréttamaður, rifjaði þessa sögu. Þetta var sem sagt í Ríkisútvarpinu þegar hann var þar og lét til sín taka þar. En sum sé, við höfum dregið ýmsan lærdóm af liðnum árum og ég vona að hann muni nýtast okkur á þessari vegferð sem við erum í hverju sinni og rifja nú upp það líka sem mér var kennt því að við erum öll svo óreynd fyrst þegar við byrjum á einhverju nýju sviði. Það get ég nú vitnað um. Hvað er ég búinn að koma mér út í, hugsaði ég nú einu sinni. En ungur lærði ég tvennt í sambandi við ræðuhöld. Þú þarft að vita hvernig þú byrjar og þú þarft að vita hvernig þú ætlar að enda. Þakka ykkur kærlega fyrir, aftur til hamingju með verðskuldu verðlaun ágætu stjórnendur. Herra forseti, verðlaunahafar og aðrir gestir, þá er komið að lokum hjá okkur í dag. Ég óska verðlaunahöfum innilega til hamingju með árangurinn og efast ekki að þessi verðlaun verði ykkur mikil og góð hvatning til áframhaldandi góðra verka og góðra starfa. Ég vil sérstaklega þakka forseta Íslands, Guðna Th. Jóhannessyni, kærlega fyrir að gefa sér tíma ár eftir ár að koma hér og vera með okkur á þessu merkadegi. Þá þakka ég dómnefndinni einnig sérstaklega fyrir fagleg og velunnin störf. Og ég minni á myndatökuna sem við ætlum að hafa hér á eftir, sem fer fram hér við þetta svæði hér. Þannig að ég vil biðja herra forseta og verðlaunahafa að hinkra hér á eftir. Þá segjum við svo lokið í dag. Kærar þakkir og gangi ykkur vel.